að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Jú, mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, núna ég komið með á línuna Gunnar Borgþórsson, þjálfara Selfoss í knattspyrnu. Góðu blessa og sæll höfðingi og gleðilegt ár. Já, sæll og blessaður sem er leiðis. Herðu, árið byrjaði bara ansi vel hjá þér, er það ekki? Þú fyrst að fara með bikari við brúna? Já, það var loksins maður. Já. Jú, það byrjaði vel. Ég fekk að klára með stelpunum mínum svona helviti vel. Og þið eruðu Íslandsmeistari innanhúsbolta? Já. Okay. Og ert þú eitthvað sérfræðingur í innanhúsbolta? Nei, ég get nú ekki sagt það. Við höfum tekið þátt í þessu verkefni alltaf í desember og janúar, bara meira svona sem auka verkefni og tilbreytingu og já, svona auka æfingu bara og gekk svona líka ljúmandi vel í ár. Og við förum í allt til þess að alltaf reyna að vinna, þannig að það var alveg settur smá metnaður í þetta þó að þetta sé svona auka verkefni. Já, en þú náttúrulega langaði alltaf að taka bikar við brúna náttúrulega með stelpunum? Það er svo segðu. Já. Ég kem til með að gera það sko aftur þó ég sé kannski ekki alveg í bílstjórasætinu. Ég teika rútuna eða eitthvað þegar það er að því kemur. Já, auðvitað, nákvæmlega. En þá að öðru, hvernig gengur svona þjálfa kallaliðið? Það gengur bara vel. Við erum búin að æfa mikið og vel og það er með ungan og skemmtilegan hóp í höndunum og slökum ekkert á í því að bara nú verður eft. Og er þetta erfiðari hópur en stelpunnar? Nei, mjög góður hópur og flottir íþróttamenn í Selfossi og bæði kalt og kvenna, en þetta er svona öðruvísi að ég er búin að vera með stelpunar lengi og sem mann alveg þegar við byrjuðum með þær og það var svona það þurfti að breyta ýmsu og búa til hefðir og skapa aga og við erum svona búin að vera að gera það og komum til með að gera það áfram í kallaliðinu. En hvernig þannig svona, þú ert náttúrulega líka í akademíunni, er búið að vera fín þáttaka í því? Já, það gengur alltaf mjög vel og við erum svona alltaf að þróa það verkefni og það er náttúrulega alltaf í samvinnu við knattspyrnudeildina og það hefur gengið mjög vel og sem dæmi af þeim 22 leikmönnum sem tóku þátt í kvennaliðinu í sumar eða síðustu sumar og fóru í bikarúrslitaleik þá voru 17 leikmenn sem fóru í gegnum alla akademíuna af stelpunum og þær hafa verið mjög svona duglegar að stunda þetta og það fylgir því kannski að ég er búin að vera meistarþjálfari kvenna og núna svona er þetta aðeins að svissast og voru megin þorri ungu leikmann okkar sem við erum með í mestan og kalla, nú eru þeir í akademíunni líka, þannig að þeir eru að fá mjög góðar aukaæfingar út úr því. Og búist við að svona styrkja ykkur eitthvað fyrir sumarið? Já, við náttúrulega, eins og ég áður sagt, og það náttúrulega byrjuðu bara að reyna að styrkja liðið okkar með því að æfa vel og æfa mikið og vera duglegir en við þurfum að bæta þessi í hópin og sækja styrkingu annað líka og við komum alltaf til með að vera með tvo erlenda leikmenn, 2-3 erlenda leikmenn í sumar í liðan okkar. Þannig að liðið verður mestmegnis skipað heimamönnum? Já, það verður uppbyggslaðan og kjarnin verður algjörlega strákar hérna úr yngreflokkastarfinu á Selfossi. En þá að tveim öðrum hlutum, nú framundan þá ég sá að meistaraflokkur Selfoss kvenna er aftur að halda Selfoss got talent? Jú. Árlegu viðburður, það er mikið að vera núna. Nú fyrst er pubquiz sem strákarnir er að halda á Kaffi Selfoss á 50 daginn og svo á laugardaginn í næstu viku þá eru stelpurnar með risastórt projekt sem er Selfoss got talent, þar sem að þeir eru búin að skora á öll meistaraflokksliðin á Selfossi á Árborgarsvæðinu
og það var stækkað frá því fyrra, það verður haldið á hótelinu núna og allir búin að búa að koma sína, öll meistaraflokksliðin eru búin að búa að koma sína og með atrið, þannig að þetta verður eitthvað stórkostlegt. Já, nákvæmlega. Og já, þú náttúrulega, ert það ekki hæfileikar ykkur, ert þú að fara að sýna ykkur að takta? Nei, já, takk fyrir það, Gestur. Ég hæfileikar ykkur, kannski einhvers staðar, en ég kem ekki til með að láta ljósmynd skína þarna, allavega ekki sem atrið. Ég getur nú fengið mig kannski 1 eða 2 og kannski farið á dansskóla síðan eitthvað síðan. Sýnt einhverja listir? Sýnt einhverja listir þar. Já, nákvæmlega. En svo Guðjónsmótið líka, þar náttúrulega innanhús knattspyrna þar sem að þú ættir að vera sérhæfur í því, eða ekki? Já, þar verði ég klárlega í sigurliði. Það er síðan 7. febrúar, þá verður Guðjónsdagurinn okkar og búist við náttúrulega bara ekki með þáttöku, þetta er náttúrulega búið að sprengja utan á sig fyrir löngu síðan og alltaf fullt í mótið. Og þá ætlum við að halda stóra dansleik líka kvöldið og náttúrulega gert til að styrkja innviðan okkar og heiðra góða mann hann Guðjón og þarna á milli þá verðum við með síðan í samvinnu við Körver Coaching, þá verðum við hérna helgina 30. líka með námskeið fyrir alla yngri flokkana. Þannig að það er gríðarlega mikið að gera. Já, nákvæmlega. Þannig að það er nú framöndan að venju. Já, það er mikið framöndan og svona bjartir og skemmtilegi tímar framöndan hjá okkur. Gunni, ég veit ekki hvort að ég á að þóra eitthvað að spyrja þig út í enska boltan. Nei, bara sleppum því. Já, sleppum því bara. Já, ég ætla að hlífa þig fyrir því. Ég er að jafna mig núna eftir leikinn í gær. En frá þjálfara auganu séð, hvað er það sem að Liverpool vantar upp á að vera aðeins betri? Það vantar svo mikið. Það er, mitt persónulegt mat náttúrulega er við ekki með markmann sem er nægilega góður til þess að vera í svona, hann var reyndar að semja nýja samning til 2021 held ég núna bara í dag. Já, og þessi það er bara svo margt að sóknarleikunni hjá liðinu náttúrulega bara mjög slakur og liðir ekki með alvöru svona framherja, bara ekki síðan að bitvargurinn fór frá liðinu og okkur vantar svona eitthvað bit fram á við og bit í fyrstu leikatriðum. Þannig að það er hellingur sem að þú þarft að ræða við Klopp þegar þú ferð út. Já, ég þarf að fara að hitta hann og spjalla hann. Já, nákvæmlega. Gunni Borgþórsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við hvetjum alla náttúrulega til þess að taka þátt í öllu stuðinu sem framvindan er hjá knattspyrnudeildinni. Já, ekki spurning, bara að mæta, skrá sig, kaupa miða og hafa gaman. Nákvæmlega. Bestu þakkir, gangið vel. Sömuleiðis, heyrðu. Bye. Já, við ætlum næst að komast í sambandi út í Pólland, þar er hann Steini Fimma eða Þorsteinn Haukur Harðarsson. Við ætlum að heyra í honum næst, hann ætlar að gefa sér tíma hér eftir smá stund. Hann er einmitt staðsettur út í Pólandi og er að fylgja landsliðinu eftir og taka viðtöl og fleira nóg að snúast í honum. Hann ætlar að gefa sér örstutta stund. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Selfoss Bíó kynni